Danni minn. No. Ekki allt í lagi. Nei. Hvað er ángrað þig? Morgundagurinn. Þú ert nú bara 32, sko. Góðan daginn. Herðu, ég er búinn í vinnunni, ég er kominn heim og á morgun kun vera sá fallegi dagur að ég fæddist og ég á afmæli á morgun. Anita, ég á afmæli á morgun og Já, herðu, ég ætla að sýna ykkur hvað Anita gaf mér í afmælisgjöf og það kun vera og sé ekki kun vera þessi fínasta Sony-vél sem er by the way, sem er þannig að ég get sett upp skjáinn og þá sé ég það sem ég er að taka upp sem er svolítið ógeðslega mikið töff og fyrir einhver sem er að spá í hvað þetta hérna er þá er þetta til að stoppa vindhljóð sem sagt ef ég er úti og það er rok úti þetta á að minnka það en ég er allavega komin heim, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað við erum að fara að gera en tjekkum á því. Og það sem fylgir svona eðlilegum heimilisstörfum og þá þarf ég víst að fara út í rusl og þetta er ekki pizzakassi, kannski smá, en já, ég ætla að taka ykkur með mér í ruslageymsluna. Svona fer maður með ruslið út, eintóm gleði og hamingja. Og nú er ég bara komin aftur inn í íbúð. Þetta er svona að fara út með ruslið, þetta er svona 101. Þú ætlar að snýta þér? Danni minn. No. Ekki allt í lagi. Nei. Hvað er ángrað þig? Morgundagurinn. Þú ert nú bara 32, sko. Hættu þessu væli. Já, ég á svo yndislega fagra konu að hún ætlar að búa til, sem sagt, það er hefð í vinnunni, það byrjum á byrjun, það er hefð í vinnunni að, sem sagt, þegar þú átt afmæli þá áttu að koma með, sem sagt, köku eða eitthvað svona dót í vinnuna. Konan, ég var búinn að steingleyma það, konan myndi mig á það og svo er hún sjálf að fara að búa til, sem sagt, Rice Krispie köku með súkkulaði og marsi og eitthvað svona dóti og já, ég er ótrúlega ánægður að hún sé að gera þetta út af því að ef ég væri að baka þá verður allir strákarnir komið með salmonellu. Það var reynda mjög fyndið að setja salmonellu, nei ekki salmonellu, þetta er laxerolíu ofan í kökurnar. Nei, en það var mér þetta skondið. En já, ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með konunni minni. Það hefur búið til köku fyrir mig út af ég afmæli morgun. Hérna sjáum þið smjörið sem er sett í þessa eilitlu köku sem kona mín er að búa til og hér er hún að brjóta súkkulaði í beinni útsendingu hér frá... Þetta er ekki bein útsending? Nei, reyndar er þetta ekki bein útsending. Þetta skeið í gær, eða þú veist, áðan. Ég ætla að reyna að upplóta þessu sem ég er að taka upp núna á eftir í kvöld þannig að þið getur sér þessu flókið. En hér brýtur hún þetta eins og fagmaður og á meðan hún brýtur þá er ég að taka upp og strákurinn er að horfa á uppáhaldið sitt, larva. Full nálagt kannski, en þarna hringir einhver í mig. Já, þetta var víst Karl föður minn sem var að hringja mig og óska mér til hamingju með afmælið sem er á morgun. Já, reyndar að bjóða okkur eitthvað út að borða, en allavega það sem Anita er búin að gera akkurat núna er, hvað er þetta? Laxasaumar, filtar og varstu búin að setja marsi ofan í?
Já, hún er búin að setja Mars, svo breytir hún þetta niður svona alls svaðalega vel. Sjáu hvað hún tekur upp vel. Eitthvað, og svo maukar hún þetta eitthvað og svo bara heldur hún að fylgjast með þetta. Og nú er súkkulaðið orðið fínt og svona eins og við viljum hafa það. Svo Rice Krispies hérna hún í öllu þessu hérna. Svo hellir hún súkkulaðinu yfir krispið og hellir hún í mótið. Svo bökum við þetta í 20 mínútur. Svo lítur þetta svona út þegar hún er búin að ræra þetta alveg allt svaðalega og ég hlakka til að borða þetta maður. Á morgun. Á morgun. Á morgun. Svo hérna er hún búin að setja þetta í svona rosa fínt mót og hún gerði þessu stóra uppskrift. Þetta eru vist 3 kökur og ég var eiginlega bara að hugsa mér að setja þetta inn á verkstæði en það er alltaf leitt. Og bara sendi ég tölvupóst í fyrramálið og bóð alla meðlimi öryggismiðstöðvarinnar í smá köku. Jæja, þá er pabbi farinn, hann gaf okkur aðeins að borða og nú vorum við bara að spjalla, þannig ég ákvað að vera ekkert að taka upp. Núna er klukkan orðin 9, Baltasar er ennþá vakandi, þannig að við þurfum að fara að svæfa hann. En þessar yndislegu kökur sem þessi yndislega kona mín gerði lítur svona út. Jom, 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 jom. Þannig að, já, ég er eiginlega bara að pæla að enda þetta í dag. Bara takk aðeinslega fyrir áhorfið, munduð út frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.